Álverin standa undir 90 milljörðum króna af landsframleiðslu Íslendinga að mati Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands. Ragnar Árnason prófessor segir koma á óvart hversu stórt framlag tengdra greina áliðnaðarins er. Kristján Morgunarson. 3 álver eru rekin á Íslandi og hjá þeim starfum 2000 manns, en þegar bætt við þeim sem tengist álverunum teljast nærri 5000 manns starfa í áliðnaði og tengdum greinum. Þetta kemur fram í skýrslu sem Hagfræðistofnun Háskóla Íslands vann fyrir samtök álframleiðenda og kynnt var í dag. Meginniðurstaðan að framlag áliðnaðar nemi 85 til 96 milljörðum króna og sé á bilinu 6 til 7% af landsframleiðslu. Ragnar Árnason prófessor segir að komið hafi á óvart hversu stórt framlag tengdra greina reyndist vera, eins og fyrirtækja í flutningum, efnaiðnaði, sérfræðiþjónustu, málvinnslu og viðgerðarþjónustu. Það reyndist miklu meira heldur en eiginlega nokkur hafði ímyndað sér áður. Þarna að ræða alltaf 700 fyrirtæki og framlag sem upp á 3–4% af landsframleiðslu. En má út frá þessari skýrslu álykta að áliðnaðurinn hafi ekki notið sannmælis í opinberu umræðu. Það kannski ekki mitt að meta það hvað sammælið ekki. Þetta hefur umdeildur atvinnuvegur og menn hafa velti fyrir sig hvort það hefur yfirleitt borgað sig fyrir Ísland að hafa þennan atvinnuveg. Ég ætla í sjálfu sér ekki að leggja dóm á það, ég ætla að vekja athygli á því að þessi atvinnuvegur í dag stendur undir mjög miklu af íslenskri efnahagsstarfsemi. Raunverulega miklu hærra hlutfalli heldur en nemur þessi beinu og óbeina framlagi vegna þess að þetta grunnatvinnuvegur og á þeim grunni hvílir þjónusta og bæði opinber og einkaþjónusta mjög margvíslegu tagi. Álframleiðsla og tengdar greinar skila 90 milljörðum króna til landsframleiðslunar samkvæmt nýrri skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands. Álafurðir nema 40% alls útflutnings sem svipað hlutfall og útflutningur sjávarafurða. Álframleiðslan ein og sér skilar 45 milljörðum króna og tengdar atvinnugreinar svo sem efna- og málmiðnaðarfyrirtæki, vélsmíði og viðgerðir, byggingarstarfsemi, samgöngur, flutningar, orkuframleiðsla og sérfræðiþjónusta skila á bilinu 40 til 51 milljarði. Samtals hátt í 95 milljörðum eða 6 til 7% landsframleiðslunar. Til samanburðar skapar sjávarútvegur og tengdar greinar 17,5%. Ætla má að 2000 manns starfi við framleiðsluna beint og 2800 manns í tengdum greinum, samtals 4800 eða 2,7% vinnuafls á Íslandi. Samál, samtök álframleiðenda, kostuðu skýrsluna. Nú í fyrsta sinn komið svona sæmilega góðu máli á þessu óbeinu áhrif og ég held að ég geti sagt það óhyggað að þau hafa reynst umfangsmeiri og verðmætismeiri heldur en áður var talið. Við erum að tala hérna 700 fyrirtæki sem eru að vinna í tengslu við álfyrirtækin sjálf. Ragnar segir enn svigrúm til að ráðast í ný álversverkefni en vaxtarmöguleikar séu helst í stóðgreinum, þá helst með þróaðri vinnslu afurðanna. Ragnar segir að þótt blikur séu á lofti með álverð nú séu allar líkur á því að það haldist hátt til lengri framtíðar. Umhverfisáhrif álversframleiðslunar voru ekki metin í þessari skýrslu. Ég held hins vegar að það liggi alveg á borðinu að áliðnaður á Íslandi ekki meira mengandi heldur margvíslegur annar iðnaður og reyndar þjónustustarfsemi sem rekin á Íslandi.